Sölvi, 4-1 sannfærandi sigur á Blikum, hlýtur að vera sáttur? Já, ég sáttur með úrslitin, en ekki sáttur með fyrri hálfleikinn hjá okkur. Var eiginlega mjög ósáttur með hann. Við byrjuðum ágætlega leikinn en síðan fannst mér eins og að menn héldu þetta yrði bara auðvelt dagsverk að þegar okkur gekk svona vel í byrjun og þá fóru menn einhvern veginn að slaka á og sendingarsloppi, ákvörðunartökur lélegar, svona reaktív í pressun okkar og vorum ekki að láta finna fyrir okkur bara og langt frá þeim standard sem við viljum sýna. Við fórum vel yfir það í hálfleiknum og ég óskaði eftir viðbrögðum frá mönnum að gera miklu betur en þetta og mér fannst ég sjá það í seinni hálfleikum. Mér fannst þetta mun betri í seinni hálfleiknum, komum ákveðnir inn í seinni hálfleikin og líka inn á skiptingarnar voru öflugar. Þau komu með mikinn kraft inn í seinni hálfleikin og gerðu mjög vel. Hvað segir það samt bara stöðu Víkinga? Þú ert ekki mjög ánægður með frammistöðuna eftir 4-1 sigur á Blikum á Kópavogsvelli? Já, bara þú veist, við erum alltaf að horfa á okkar eigin frammistöðu, standardin sem við erum búin að setja okkur sjálfum og það var bara ekki til staðar í fyrri hálfleik og mér leiðist að sjá svona þegar menn halda þetta sé að fara að vera auðveldara. Við erum að keppast við sjálfum okkur, við erum að keppast að sýna þessa frammistöðu í gegnum allan leikinn. Kannski er ég óharður að ætlast til þess að allar 90 mínútur í öllum leikjum séu góðar en þetta, við viljum bara halda þessum standard sem við erum búin að setja fyrir okkur og það var ekki þannig fyrir hálfleik. Hafið mætt núna í síðustu 3 leikjum liðana 3 fyrir neðan ykkur, hafið unnið alla þessa leiki, markatalan 11-1. Þú hlýtur að vera bara ánægður með hvernig liðið stóð eftir þessa 3 leiki? Já, bara mjög sáttur bara með hvernig við getum ekki annað en verið sáttur með stigasöfnunina og frammistöðunar hjá okkur í gegnum tímabilið eru búin að vera frábærar. Hugafari hjá leikmannum er búin að vera virkilega gott. Við erum búin að vera skipulagðir og agaðir í því sem við erum að gera. Þannig að ég er bara virkilega sáttur með þetta. Stór leikur núna, nú fyrir við að einbeita okkar á stóra leiknum á sunnudaginn á móti Breiðablik. Þannig að ég vona bara sem flestir fylli völlinn og styðji okkur eins og ég gerði í dag stuðningsmenn Víkings. Þeir enn og aftur ótrúlegir koma hérna og tralla í alla leikinn og hjálpa okkur að skila þessum sigri. Og það er hægt að mæta saman liðið tvisvar með 3 daga millibili? Nei, þetta er bara einn annan fótboltaleikur. Allt í lagi að mæta Blikum aftur. Ég er vissum að þeir koma tvíeldi til leiks, ætla að hefna fyrir þetta tap en við þurfum bara að vera tilbúinir. Ekrothi bann í Mjólkurbikarnum, verður Vatnamar klár? Já, ég býst við að hann verði klár. Við þurfum bara að sjá hvernig næstu dagar fara með hann. En annars kom Viktor Örlygur inn í hafsendinu og spilaði frábærlega í hafsendinum, þannig að við erum með hann kláran ef að Gunnar verður ekki klár. Eitthvað slúðraði í vikunum áhuga ykkar á Jasoni Daða. Er þið eitthvað að horfa á leikmannamarkaðinn og er Jason leikmaður sem þið gætu verið að horfa til? Við erum alltaf með augun á leikmannamarkaðinum. Jason er náttúrulega frábær fótboltaleikmaður og við erum alveg búin það nafn er búin að koma á borð hjá okkur en ég svo sem get ekkert farið út í neitt meira en það. En já, við ekki að láta bara, við ekki segja það bara. Takk.